Það eru margir sem bíða spenntir eftir frumsýningu heimildarmyndarinnar Guð blessi Ísland eftir Helga Felixson. Í myndinni fylgist Helgi með atburðum í kjölfar hrunsins og hvaða áhrif breytt ástand í landinu hafði á nokkra einstaklinga. Helgi ræðir einnig við þá Jón Ásgeir Jóhannesson, Björgúl Thor Björgólfsson og Bjarna Ármannsson og við sjáum brot úr viðtölum við þá hér á eftir. Við ræðum einnig við Helga Felixson sjálfan sem hefur verið beittur miklum þrýstingi að undanförnu og farið hefur verið fram á að hann klippi stór atriði úr myndinni og jafnvel eyðinni. En við byrjum á heimildarmyndinni Guð blessi Ísland. En áður en Jóhanna ræði við Helga Felixson höfund myndarinnar, skulum við sjá brot úr þessari mynd. Ef að æsi verður vandamál, það eru hverfandi líkur að mínum mati og það er hægt að ræða það. Ræða frekar, ég myndi segja, hvernig á að takast á við vandan í dag, hvernig á að takast á við lánakjör heimilina. Þú veist, við tókum lán í evrum og núna í krónan fallin, hvernig á að takast á við bankana, hvernig ætla bankarnir að stríða við það, hvernig á að skapa fleiri störf á Íslandi sem bankarnir gerðu. Hver á að borga alla þessar skatta sem að bankarnir gerðu og komu með inn í kerfi til að borga fyrir opinbera framkvæmdir. Hvernig á að fylla í þessu gött? Þetta eru vandamálin, þetta er vandamálin sem verður að leysa. Helgi, verður velkominn. Já, takk. Þarna sáum við ræða við Björgúl Thor og hann talar að æsi og hann trúir ekki að æsi verði neitt vandamál. Við höfum að hugsa framtíðina, þetta er kannski ekki alveg eins og Íslendingar upplifa veruleikann. Hvernig upplifir þú hann í þessu viðtali fyrir myndina? Mér finnst hann ekki vera alveg í tengslum við veruleikann og það er svona áberandi finnst mér hvað erfitt fólk virðist hafa takmarkaða einsýn í sína eigin ábyrgð á þessu máli, það sem hafi gerst. Það finnst mér að vera mest áberandi. Það sem að viðurkenna í raun og veru, ég meina, það bara gekk ekki nógu vel. Voru þetta, þú tekur viðtal við nokkra svokölluða útrásarvíkinga þarna fyrir myndina þína, og voru þetta svona gegnumgangandi viðbrögð þeirra? Já, alveg á hreinu. Það er enginn vill í raun og veru kannast við neitt og allir kenna öðrum það finnst mér vera alveg sérstaklega ábyrgandi. Og upplifðu þeir að þeir raunverulega hafa ekki borið neina ábyrgð á þessu hreinu? Þetta er bara öðrum að kenna, allt öðrum að kenna. Skulum sjá núna brot úr viðtalinu við Bjarna Ármannsson, fyrrverandi bankastjóra Glitnis. Ég hef aldrei hugsað peninga þannig. Og þegar þú ert að því ég er búin að fást við svo stórar tölur í svo langan tíma, þá verður þetta líka bara tölur á blaði, skilur. Svolítið svona, ekki beint óraunverulegt, en þetta verður svona tákmyndir, en ekki kannski beint svona peningatákmyndir. Það er svolítið erfitt að útskýra það. Já. Bjarni er svona með, virðist vera einlega mættarinn að útskýra það, hvað er að höndla með svona stóra fjárhæðir sem verður bara tölur á blaði fyrir honum og talar tákmyndir, en það var margir notið þessu ummælans og kannski þetta hljómar ekkert sérstaklega skemmti eða skiljanlega fyrir fólk sem þarf akkurat að hugsa krónur og aura upp á hvern einasta dag. Var hann einlægur í þessu viðtali við þig? Já, mér finnst það að mörgu leyti mér finnst nú svona varandi þessa spurningu sem varst að spyrja áðan hvernig þið væru varandi þessi mál, þá fannst mér nú samt sem áður Bjarni koma svona næsti í raun og veru að finna til einhverjar iðrunar og svona rannsaka sjálfan sig meira heldur en margur annar gerir. Annars gegnumgangandi þá finnst mér það vera mikill skortur á því. En þar finn ég fyrir svona öðrum viðhorfum, svo þetta er ekki alveg rétt hjá mér að segja að alhæfa þetta þannig, ekki þannig, það er náttúrulega hafa allir sitt. En ég var að líta þessa mynd þína í dag og ég var samt alltaf athyglisvert að þú tókst viðtal við Bjarna þarna inn í fjósi og í sveitinni. Af hverju þetta umhverfi? Viðtali var í raun og veru ekki tekið þar, en allavega svona þessar myndrænu partar af því En við búum að taka við fjárfestingarbanka atvinnulífsins? Það bara kom eiginlega út frá því að hann sagði mig frá því, ég hitt hann í Oslo uppalega
og hann sagði mér frá því að hann væri sem sagt úr sveit og við ræddum það heilmikið og þá fikk ég bara áhuga því strax að það væri gaman að hitta því í sveitinni. Kom bara hugmynd upp og ég held mér að segja að verið hvort það var mín eða hans, ég hef ekki hugmynd en allavega, það allavega þetta þróaðist þannig að Þú vildi reyna að sýna ykkur á svona öðruvísi mynd af honum, eða bregða upp öðruvísi? Já, einmitt sko. Mynd af hérna? Já, og það var hans vilji líka, náttúrulega að eins og allir vilja gefa eins jákvæða mynd af sjálfum sér og hægt sérstaklega á svona umrótstímum eins og þessum þegar allt að fara til fjandans og menn finna til ábyrgðar kannski líka og vilja þá kannski fara að pússa aðeins grímuna. Ímyndina. Svo að þetta bara eðli málsins en allavega þá vorum við sammála það að fara í sveitina. Skulum sjá brot úr viðtali sem átti við Jón Ásgeir fyrir þessi mynd. Nú regnir mikið. Nú regnir? Já. Það gerir það stundum. Það segði mér hann að, við skulum færa okkur, það segði mér hann að þegar maður skyndilega á einum degi hefur aðgang að svona miklu fjármagni sem maður alls ekki vanur, hvað gerist í manni persónulega? Ég held að það sé dálítið mannlegt að menn verði kærulausir. Kærulaus var ég. Hvernig finnst þér þú að brugðist þetta? Ég held að við töldum okkur náttúrulega að vera að stunda viðskipti sem að væru góð og við teljum það enn að langstæðsti þess sem við gerðum hafi verið góð viðskipti. En kannski var svona mikið frálsæði í því. Já, þarna sáum við brot úr viðtalinu við Jón Ásgeir en Jón Ásgeir hefur verið töluvert ósáttur við þín efnistök og hvernig þú notar það efni sem að þú tókst upp með Jón Ásgeiri. Hann var ekki ósáttur við þetta. Við skulum sjá næst bút úr myndinni sem að hann hefur gert alvarlegar athugasemdir við. 35% af árgöngunum og það ekki smá blóðtaka. Þetta svo mikið pródúsum, þetta svo mikið í afla peninga og græja þetta. Það var mikið stærra en ég. Þú verður skoðað hvernig það gerði sig í framhaldinu. Já, í því tilveiki þá... Helgi, hvernig ertu að nota upptökur þar sem að þú ert að taka upp raunverulega án hans vitundar og þú notar þetta? Já, ég nota þetta. Ég meðvitaður það líka. Þú meðvitaður þetta, en Jón Ásgeir hefur gert athugasemdir við þetta. Já. Hvaða skilaboð hefur þið fengið frá Jón Ásgeiri út af þinni notkun á þessu? Eyða öllu efni. Eyða öllu sem upptekið og klippa allt út myndinni. Og hefur verið undir miklu þrýstingi frá honum? Já. Og hvað raunverulega er hann að þá, og ef að þú gerir þetta ekki þá hvað? Við myndum að túlka þetta sem einhverja hótanir sem út að fá frá honum? Ekki beinar, en það er undirtónn í þeim skilaboðum sem ég fæ. Það er alveg klárlegt. Og það vil ég alls ekki vera að leyna heldur. En það virðist einhvern veginn vera þannig að þegar fólk hefur ekki fulla stjórn þá fer ýmislegt úrskeiðis. Og þetta er dæmi það þegar maður ekki hefur fulla stjórn. Og ég hef valið þessa leið og af því mér finnst hún gefa betri mynd af sannleikanum heldur en ýmislegt annað sem kemur fram í þessum beinu viðtölum. Og þá getur það að sjálfsögðu verið deilumál hvað má og hvað má ekki en ég hef farið þessa leið og ég stend alveg fyrir því. Og er þetta svörin sem að þú hefur gefið hann? Já. En þú gerir samning ekki satt við þessar vináttu þínar? Já. Bjarni og Björgólfur Thor hafa ekki fengið að sjá hvernig þú meðhandlar, þú átt eftir að sýna þeim ekki satt? Já. Hvernig þú meðhandlar þetta efni? Já.
gagnvart þeim, en ertu þá að Jóns Ásgeirs mati að brjóta þennan samning með því að sýna eitthvað sem að sýna atriði þar sem að upptökur ættur yfirlega ekki verið í gangi? Hvort að ég sé að brjóta gagnvart honum þá sem viðmælanda? Nei, það til ég ekki. En þetta ekki, mætti ekki segja þetta að vera óheiðarleg vinnubrögð að... Mitt samkomulag er að sýna það sem verður notað og ég sýni það sem er notað og þannig lagði er ég ekki að brjóta neitt samkomulag. En þetta svona á stundum sem að þeir telja að þú sért ekki að taka neitt upp? Já, það er þannig. Ég segi bara það að ég vill fá sannleikann. Það er mín aðferð og mitt takmark og ég nota kamerun á þann hátt og þetta er eina af þeim leiðum sem að ég hef notað í þessu tilfelli af því ég hef ekki fundið neina aðra sem að mér finnst gefa rétta mynd af en þá er það bara þannig að það þolir ekki allir sannleikann. Hafa fleiri beitt þrýstingi heldur en hann? Nei, ekki á þennan hátt. En segðu mér eitt, við fyrir nú aðeins út í aðra sálma. Þú hefur ekki búið hérna í 33 ár. Nei. Þú er búin að vera bústur í Svíþjóð, Já. ert búin að framleiða og búa til 10 heimildamynda. Já. En lítið inni hér. Hvað kom til að þú stökkst í þessa djúpulaug? Þetta var eiginlega raun og veru bara algjör tilviljun. Ég var hérna í öðrum erindagjörðum og var staddur hérna 7. október. Þá heyrði ég þessa frægu ræðu, Guð blessi Ísland, og fór heim til Svíþjóðar 2 dögum síðar og var hálf friðlaus bara eftir þetta. Þetta var mikið áfall fyrir mig að heyra þetta og ég tók þetta mjög nærri mér og eins og margir aðrir og ákvað bara mjög fljótlega að hella mér út í þetta og fór til Íslands og var mættur þarna á Austurvöll á mótmælafundinn og setti bara kamerun í gang og karakterar tíndust til minn einn af öðrum og sagan komin í gang og þetta fættist allt saman á örfáum dögum. En þú segir einmitt karakterar, þú fylgist, rauður þráðurinn er, þú ert að fylgjast með 3 einstaklingum í gegnum þetta allt saman í heilt ár. Já, ég fylgi þeim frá 7. október, tímalínan er 7. október fram að kosningum og síðan gerist eitthvað eftir kosningan en það er mjög takmarkað sem kemur fram í myndinni en það er tímalínan. Svo að ég fylgi þessu fólki í gegnum þessa rosalegu atburði sem eiga sér stað og er með þeim í þeirra lífi og hvernig þeir taka á þessu og sem að lýsir ákaflega vel hvernig maður verður fórnarlamb fyrir hlutum sem gera sem hefur nákvæmlega enga stjórn á. Segjum að fara að bera það saman við þessar kameru sem er í gangi á þessar fáu sekúndur þarna þegar ég er að tala við Jón. Hvað eigum við þá að segja fólkið sem að hefur nákvæmlega ekki stjórn á neinu en þann dag í dag? Sem eru fórnarlömbin, hinn réttu. Hvort að maður ekki geti stjórnað einhverjum hálf klikkuðum tökumanni sem að bara reynir að gera sína vinnu eins vel og hægt er og gera þessu skil eins vel og hægt er. Finnst þú að hafa náð að gera þessu góð skil? Já, mjög góð skil. Ég er mjög sátt við þetta. Þetta er góð mynd. Þetta er góð mynd, já. Mjög góð mynd. En ef það er að tala um einhverja loka niðurstöðu í þessari mynd, eða svona, þú veist, það er engin loka niðurstaða í myndinni því að þetta er í raun og veru bara, þetta er bara prológ, sko. Þetta er bara formáli á þessari sögu. Ég er bara rétt að hita upp. Svo nú byrja ballir. Þetta er bara að byrja. En hvað finnst þér þessi mynd segja okkur um þetta samfélag, um pólitíkina, fjármálafólkið og svo bara samfélagið? Þetta segir bara um það að við lifum á okkur bara mismunandi plánetum. Það er algjört sambandsleysi meðal auðmanna, meðal þess sem að lifir í auð og þeirra sem að hafa nákvæmlega ekkert á milli handan og vera að flýja land. Og það er engin viðurkenning heldur hjá fólki að þeir hafi farið órétt fram. Sko, þetta er náttúrulega ýmislegt við þetta athuga og þetta kemur náttúrulega mjög skýrt fram í minni mynd, í minni umfjöllun því að það er með, já. Myndin verður frumsýnd eftir rúmlega viku hér
Já. Ekki satt? Hún frumsýnd hérna 7. október á þessum fræga degi í Háskólabíó. Og þá boðið upp á vatn og brauð og ýmislegt annað, ýmsar aðrar uppákomur og síðan fer hún áfram í fleiri hús, bæði í Reykjavík út á landi. Og mikil eftirspurn eftir nú út eða minnst að kosti í Evrópu? Það gríðarleg eftirspurn eftir þessa mynd. Það ekki hægt að segja hana. Helgi, við þurfum að láta staðurinn, ég held ég komið langt yfir tíma? Skamtaða tíma, en til hamingju myndina og kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir.